Herru, velkomin Hreinn Vöði. Gestur þáttarins þjálfarinn, powerlifting meistarinn, rockarinn, ljósmyndarinn og verðandi járnkallinn, hann Rúnar Hreinn. Velkomin. Takk fyrir að hafa mig. Nei, ég held ekki að... Var eitthvað... Þú veist hvað ég að gera? Já, ég náttúrulega með byggingafyrirtæki. Það líka, já. Já, og að byggja og selja. Annars held ég að hafa náðu, sko. Ok. Já, þetta var mjög vel gert, sko. Þetta alltaf slatti. Já. Herru, við erum komin í Þór Power Gym og við ætlum aðeins svona að fara hérna yfir aðstöðuna, taka smá æfingu og síðan bara eitthvað stemmari. Þannig að Rúnar Hreinn, Hreinn Orri, þetta Hreinn Vöði, let's go. En eru Þór Power Gym. Hérna eru mjög þunglóð. Já, og líka léttlóð, sko. Hérna eitthvað fyrir alla, sko. Ætti að vera. Þannig að, og... Eitthvað sem ég langar að prófa það? Já, sko, ef að... Ég var svo til í núna að ég væri ekki í niðurskurði, sko. Ég er að gera tilbúinu fyrir júlivinnar. Ég er náttúrulega... Já, verður að vera svelltaður, sko. Hálfnakinn eins og vanlega. Já. En ég er til einhverju vitleysu. Þetta létt, sko. Hvað er það? Já, sko, þetta það sem við myndum kalla öxult og annarkvort dettaran eða pressaran eða eitthvað að prófa dettan. Sérðu? Easy, sko. Þetta það sem að menn að henda hérna upp á belginn á sér og svo að koma hingað og pressa hann, sko. Þú færi létt með að pressa hann. Ég held að þetta sé bara 70 kíló, sko. Já. En hérna, kalla þetta öxul þetta því að hann er miklu þykkari en svo fannst það alveg hræðilegt að halda í þetta, sko. Já. Þannig að svo alls konar handlóð. Þetta það sem við kalla sirkusstempel. Þetta alveg eins og sér, þú veist, eins og bara back in the day, hérna, þú veist, 40s, 50s, bara alvöru sirkusinn. Þá menn að pressa þetta með annari og hérna, það er allar gerðir hérna, sko. By the way, pappans Haffa, sem aldursforseti hérna, hann tekur þetta hérna, svarta lóð hérna, tekur alltaf útlendingarna og segir eitthvað If you lift this, like this, you get a free t-shirt. Og heldur á því svona og það hefur enginn gert það. Nei, enginn, bara í mörg ár, sko. Hvernig endað þú hérna eða í powerlifting? Powerlifting, það er góð spurning. Ég var alltaf í fótboltasjúkur, sko. Brotnaði illa og hérna, bróðir minn er alveg hrikalegur og pabbi minn líka. Og ég sagði við bara, ég ætla að fara í kraftliftingar núna. Og þeir bara, já, ok, 50 okkar kíló, sko. Og sagði alveg bara, ég ætla að vera heimsmeistari. Og þeir eitthvað, ok. Og þú veist, það tók, 15 ára eða eitthvað. Já, það gekk, sko. Þannig að ég bara, slasaðist fótbolta og þú veist, bróðir minn var hrikalegur fyrir og svona. Þannig ég ætla að vera svo stóri bróðir, svona klassíst, sko. Þannig að og svo bara ógeðslega þrjóskur og manniskur og ég bara svona stuck to it, sko. Já, vel gert maður. Og já, heimsmeistari, í hvað flokk? Þá var ég mínus 80. Já. En ég er búinn að taka alla, sko. Ég átti alveg, ég er búinn að keppa í, sko, mínus 67,5, mínus 75, 82,5, 90, 100 og 110, sko. Þannig ég er búinn að taka allan skalan, sko. Þannig að ég er búinn að fara einhver 40 kíló upp og 40 kíló niður og þú veist, þannig að ég er búinn að prófa þetta allt saman, sko. Geðveikt. En hvað var þið samt að bara, heyrðu, ok, ég nenni þess ekki lengur? Að breyta til og... Þú veist, þetta er geðveikt þegar þú ert yngri. Og svo, hérna, eignast ég tvíbura 2019 og þá er ég alveg 108 kíló, alveg hrikalegur og eitthvað. Og hérna, þú veist, engu fæðingarról og eitthvað, náðu ekki drullast til að hafa það á hreinu og ég ætlaði bara að vera, þú veist, lyftingahaus og eitthvað og svo bara eitthvað illt í hnénu, gæti ekki leikið við krakkana og þú veist, átti enga pening og eitthvað og ég bara eitthvað, hvað er þetta að gera, skilur? Og þú veist, þá er ég búinn að vinna alla titlana og þá er eitthvað svona, hvað, ég haldi áfram bara og gera þetta, þú veist, aftur eða. Þannig ég vaknaði bara svona einn daginn og sagði konum minni bara, ég er hættur öllu, sko. Og hún bara, ok, þannig að þá fór ég þetta notaði maníuna mína yfir í heilbrigði, sko. Þannig að ég er alveg búinn að vera fixated á bara longevity, sko. Já, ég er rosalega munið að það, sko. Ég meina, þú, bara þegar við vorum í júluvinnarna einmitt fyrir 3-4 árum eða eitthvað þannig, þú veist, þá varst alveg búinn að slimta hann eitthvað, sko. Já, einmitt. En allt annað núna, með þá með það, sko. Já, allt annað. Þá er ég alveg búinn að slimta hann alveg helling, sko. Já, ég var að rannsaka Instagramið, sko. Svakalega puffi, sko. Já, ég er náttúrulega bara 1,68 og 108 kíló eða alveg mikið. Blóðþrýstingurinn er bara... Já, hann var hár, sko, en svo fyndið, sko, bara eitthvað, drepast í njánum og eitthvað og læknarnir og fyndið ekkert að og eitthvað svona. Það var bara alltaf þungur. Svo bara léttist ég og bara, fínn í nénu, sko. Ég er bara góður í nénu, sko. Síðan hérna er hvað, svona steina, eða ekki? Jú, hérna, þetta mikið af þessir heimatilbúði. Já. Sælir. Þetta er félaginn minn, hann er hérna að reyna að búa til smá skemmtilegt. Sem heitir Hreinn Vöði. Ok. Já, hann er að búa til svona íslenskt lyftingaefni, skilur við. Viltu ekki koma eitthvað um hana?
Hvað segirðu? Viltu ekki koma ekkert um hann? Kannski. Það ekki? Aldrei veit það. Það er ekki það. Ég er bara að sína hún gimmið. Það er geðvægt. Velkomin. Takk, takk. Er þetta ekki eiginlega allt heima tilbúið eða? Þetta veistu það, sumt af þessu, en mikið af þessu líka keypt úti. Já. Fékkstu gott hérna, bara á góðu verði í UK, keyptu UK mikið af steinum. Sumt af þessu er En svona... samt sko, mikið af þessu sem gimtækin eins og hérna, þetta er búið til á Íslandi. Já, mikið af þessu heimasmíða. Já, af góða vinið mín. Og þú veist, freymið þarna, farmennir, Já, hann hana í Marel, eða ekki? jú, veggfestingarnar, það eru líka. Hann er one of a kind mikið af þessu. Mikið af þessu steinu líka, hefur ekki hugmyndu hvað þetta er þungt lengur. Það er allt farið að hafa. Þú voru bara að lyfta þessu. Algjörlega, kalsarnir líka, það er líka heimagert, það er heimagert hérna heima sko. Já. Svo kannski að fara að stækka gimmið. Það er svoleiðis. Það er svona, mér langar það. Já. Ég er að skoða, já, mér langar það. Mér langar að hérna, ég broti vekk hérna, já, húsnæðinu hérna. Herru, þið duttu inn í bara hérna walkthrough með haffa hérna. Það er bara ching-ching, nei, það er mjög góð. Bara vertu með, sko. Ég er að pæla að brota vekk hérna, já, húsnæðinu hérna. Já. Ég er að pæla að brota hérna og stækka, hafa meira svona commercial. Já, ok. Þú veist það höfum. En Já. hérna, ég leiði ykkur að, þú veist, ég er að ræða. Já, bara. Já, takk maður. Kallinn, þú dast inn í þetta. En það er líka reyndar svolítið fyndið hérna. Alla græðirnar eru hrikalega, sko. Og það er einhver þyngd alveg hrikalega og hlamma þessu síðan bara. Og bara komin yfir í næsta rými, sko. Hérna. Þetta er, ég manna, pröfa svona pressu þegar við erum í Tælandi. Hún er rosalega góð. Já, þetta er allt hrikalegt, sko. Já. En núna ert þú að þjálfa bara hérna? Já, ég er búinn að vera frá opnun, sko. Ég var alltaf í Jakabóli, þú veist, back in the day. Já. Eða, þú veist, ég var náttúrulega alltaf að æfa á Grundarfirði, frá Grundarfirði. Þegar ég flytti í bæinn, þá fór ég í Jakaból og svo, stofnuðu þeir, Haffi, gym upp í Auðbrekku. Já, já. Og ég bara, ákvað að joina, vera með. Og var með þeim bara þar alveg frá stofnun, sko. Og svo færðu okkur og ef ég segi alveg svo þá er þetta er langflottast gym á Íslandi. Allt sem er þú veist, gæðarlega séð, það er ekkert sem að... Já, mér stæði bara skammar að ég komi og tekja æfingu þetta, sko. Já, það er það, reyndar. Já, svona, sko. Af því það er allir velkomnir, sko. Já. En svona þannig séð. Þú verður bara að vera nice gaur, respectful. Það er alveg saman hvort þú getur ekki lyft neinu eða öllu. Já. Ef þú er bara alveg maður, þá er bara... velkominn. Eða kona, velkominn, sko. Og þú ert að þjálfa bara alla? Eða þú veist, Ég er búinn að finna minn konahóp. Já, sem er... Það er svona... Ég myndi segja að vera svona meira elite. Já. Og ekki eitthvað kraftlýtingar, heldur bara að breyta lífi alveg, sko. Já. Og ég helst vil þjálfa þig, sko, í nokkur ár. Já. Ég nenni ekki að þjálfa þig fyrir tenni, nenni ekki að þjálfa þig fyrir næsta sumar. Já. Ég vil bara taka allt mengi hjá þér og breyta þig alveg. Ég er ekki eitthvað fastur á einhverjum tímum, eitthvað hversu langt. Ég rukka mikið, en ég er líka bara, þú getur henda á mig bara 5 morguninn eða 10 kvöldi og ég reyna að tala við þig og ég reyna að hjálpa þér allan átt. Ég vil bara breyta lífinu alveg, sko. Þetta er mjög gott approach, sko. Já, og það eru bara ekkert allir sem að hafa efni á þessu eða nenni þessu. Já, efni á þessu nenni þessu og líka bara, þú veist, finnast það svolítið stórt commitment, skilurðu mig? Já, einmitt. Og kunnið sem ég er með núna, til dæmis, 220 kíló kom til mín. Já. Hann er 125 kíló núna. Ekki búinn að fara í 3 mínútur á bretti, sko. Ég held að hann hafi aldrei farið efri þannig að þú veist, við erum bara búin að éta og lyfta okkur niður. Já. Alveg að því leyti að hann þurfti að fara í aðgerðum daginn og láta fjarlægja sér 6-7, þú veist, kíló á húð og hann er breyttur forever, skilju. Mér langar bara í svoleiðis. Mér langar bara svona þegar einhver fer frá mér að hann sé góður forever fyrir sína fjölskyldu og kannski færi einhver aðra með sér í þetta, skilju. Þannig að, þú veist. Það er nefnilega, það er þessi auka gjöf sem að færa úr þessu sem er ekkert hægt að fá borgað fyrir. Ég veit það. Að fá að vera partur af þessu. Þú skilur þetta. Þetta er ekkert ógeðslega algengt. Þú veist alveg hvernig þetta er. Þú þjálfar 100 manns og það eru í alvörunni kannski svona 2 eða 3 sem að breytast forever. Já. Það er svoleiðis. Það er þannig, sko. Og það er hellað að sjá á eftir svoleiðis fólki og hitta þau kannski eftir 10 ár bara damn. Ég veit það. Ég fæ bara gæsa á það. Já, can't put a price on it, sko. Það er ástæðan fyrir að vera þjálfari, sko. Það er nefnilega það, sko. Og þú sé líka sumir, þú veist, þannig svo einn sem að þú veist búin að hafa svolítið að ströggla, skilur mig. Og ég ákveðið bara, ég ætla ekki að gefast upp á hann. Já, sama hversu lengi, þú veist, þetta mun takast hjá hann og svona, og þú veist, hann er rosalega stór og hún líður öll ekki vel. Þú veist, ég gæti bara, heyrðu, út í reikinn, skilur mig, en bara nei. Þú ert mögulega kannski eini vinnur hans. Já, þú veist, og ég bara ætla ekki að gefast upp á hann. Það er ómetanlegt, sko. Já, þú veist, vel gert.
og þú veist, þannig að bara skiptir ekki máli hversu langan tíma tekur, þú veist, ekki nema hann segir bara fokka þér, skilur mig, þú veist, en þá bara, þú veist, ég hef rekið fólk, skilur, og síðan séð eftir, þú veist, bara, ég kannski, þú veist, bara, þú veist, ég gafst kannski upp á þessum mannsku of fljótt, og þegar ég hef líka haldið svolítið lengur með fólki en mér finnst ég ætti. Ég skil kominur. Og síðan kemur það, sko. Já, einmitt. Ég er sammála. Og það er vont líka að festast í ykkur svona normi þegar fólk orðið latt og svona. Og þá líður eins og þú sért bara áskrifandi af peningunum frá þeim, sko. Það er líka leiðilegt, sko. Það er leiðilegt, sko. Þú veist, og maður sendir reikning og svona, þú veist, ég verð að gera það, þetta er bara partur af samningum. Ég er bara ekki búinn að gera neitt samt, skilur. Það er erfitt. Þú ert farið í Jöklarinn. Já. Og hvenær byrjar það aftur? Svona, hvenær byrjaði preppið fyrir það? Ég myndi segja að ég sé búinn að vera með þetta í huga í svona 1,5–2 ár, sko. Já. En ég myndi ekki segja að ég sé búinn að æfa fyrir það. Ég er bara búinn að vera að reyna, þú veist, létta mig og vera heilbrigðari, sko. En þú veist, hugsa að ég væri gaman að gera eitthvað svona huge. En ég nenni ekki að gera þetta nema fyrir eitthvað góða málstað. Þannig ég ætla að safna fyrir Barnaspítalann og vökudeild. Já, vel gert. Og að því að hitakassi fyrir unga börn kostar fokkin 12 milljónir. Það er rosalegt. Já, þannig að mér langar, þú veist mér finnst tilgangslist að fara, fyrir mig persónulega, að fara í eitthvað svona hella. Bara fyrir sjálfum mig. Þannig ég ætla að reyna bara að láta, þú veist, gott leið af mér, sko. Og en versta við þetta mér finnst þetta ógeðslega leiðilegt. Já, ég trúi því. Já, þú veist, verður eitthvað að hlaupa eða hjóla eða, þú veist. Þú veist, ég hef hlaupið, þú veist, hálfmaraþon og ég ætla að hlaupa maraþon. Já. Þú veist, það er alltaf ef þú ert bara að hlaupa, hvað þá að synda og hjóla? Já. Þetta hljómar sem margt, þú veist. Sko, ég ætlaði að gera þetta seint á næsta ári. Ég er búinn að flýta því fram í maí á næsta ári, bara til að klára þetta fyrir. Mér finnst þetta svo leiðilegt, það er ekki eðlilegt. Og þú veist, segðu það líka alveg eins og er. Alveg saman hvað fólki finnst. Þetta er ekki hollt, sko. Þetta er ekki hollt, sko. Öll þessi hlaup, endalausa hlaup og þetta endalausa álag í svo ógeðslega langa tíma. Þetta er ekki hollt. Mér er miklu meira illt í líkamanum núna heldur en þegar ég var 108 kíló. Skilurðu? Ég gæti verið að beygja 300, fara heim og liðið betur í bakinu heldur en að hlaupa, þú veist, endalaust yfir einhverja viku eða hjóla endalaust yfir einhverja viku. Mér er meira illt núna, sko. Það er ekki eðlilegt, sko. Þannig að mér langar bara að klára þetta. Gera eitthvað, ég er svona bucket list gaur, skilur. Þú veist, ég keypti boxi líka, þú veist, bara á Icebox, check. Og keypti jiu-jitsu, check. Powerlifting dótið, alveg check. Svo bara Ironman, check, þannig að þú veist, það er... Og flest allar matakúr og eitthvað líka sem þú ert eins og líka búinn að prófa örugglega líka. Mér langar bara að einhver segir eitthvað, já, ég er búinn að prófa. Ekki bara eitthvað, já, ég testa það. Ég gerði það, sko. Og þá er líka eina leiðin til þess að rífa kjaft er til þess að, þú veist, þú verður að bakka upp það. Og hvað finnst þér að leiðilegast að þessu? Hlaup alveg 100%. Já, það er bara alveg galið, sko. Þetta er alveg hella, sko. Ég er með smá glitch í þessu núna. Ég feg mig hlaupabretti heima. Plantaði bara Apple TV og sjónvarpið fyrir frammi og svo tek ég bara enska. Skilurðu? Og ég hef bara eitthvað svona, daginn, skemmtilegu United-leikur, þú veist, tók Liverpool-leikinn fyrir daginn og svo United á mánudegi, manna ekki eitthvað og bara eitthvað, ok, ég ætla að hlaupa bara alla leikinn. Skilurðu? Og þá svona dettur þetta, þú veist, svona aðeins í staðinn fyrir að vera bara út að hlaupa. Hella, sko. Það er það, sko. Svo er fólk sem alltaf spyrja, ertu fann að fá þetta runners high? Nei, ég bara er ekki að finna það. Já, sko, ég ætlaði að hlaupa maraþon, þú veist, síðan kom COVID. Já. Og þú veist, ég var alveg búinn að, þú veist, ég held að mest sem hljópa 30 km eitthvað. Það er hefi, sko. Já, síðan var hlaupið bara off-af. Það er ekki séns að ég ætlaði bara eitthvað frá í Elliðaárdalnum og fá eitthvað medalíu og eitthvað klapp. Nei, einmitt. Ekki séns. Ef þú getur hlaupið 30 og getur hlaupið... Já, þú veist, og ég vissi alveg, þú veist, að ég hef alveg í þetta, en síðan bara, þú veist, var ég líka að reyna að lifta og bara viðhalda vöðumassa og, þú veist, alltaf það er major key þarna, sem þú veist að segja. Það er eiginlega ekki hægt að gera þetta allt. Nei, það er nú það, sko. Það er nefnilega málið, sko. Og, þú veist, kannski einn daginn, þú veist, gæti ég endað í einhverjum svona hlaupamissjónu, sko. En mjög langt í það, sko. Já, einmitt. Bara, þú veist, þá er einmitt líka bara til að checka of það maraþonið. Já, einmitt. Ég skil það mjög vel. Ég er búinn að hlaupa, ég tek eitt hlaup og þá er heilt maraþon. Bara til að prófa að checka það, sko. Reyndar alveg frá svona 30 til 42 var hella, sko. Ekkert eitthvað þol og púlsinn var bara lágur, sko. En þetta var bara von. Skilur við? Ég get ekki sagt að maraþon sé erfitt, ég myndi segja þessu vont. Skilur mig? Ég skil. Og svo bara ætlaði ég bara eitthvað að fara í sánu heima og fara að sofa, svaf ekki bara úr verk. Þá fyrst hugsaði ég svona, þú veist, þetta er ekki eins gott að þið eru að segja. Já, þú veist,
frændi minn mikill hlaupari skilur mig, hann búinn að vera aðgerðum hér og þar og Já, það ekki. Jú. Já, einmitt. Þú veist, ekki þess við. Hvað, varstu að spája ykkur þessi tækjum hérna? Já. Ég hef bara langt sinni komið hingað, sko. The Ladder, maður sé þetta. Já, þessi, Maður sé þetta Jacob's á Ladder. internetinu. Já, þá festir þið vist í, sko, veit ekki hvort hann virkir núna, sko. Hvort ykkur sé búin að nota hann. Þá setur þið belti á þig og svo bara heldur þetta bara áfram, sko. Bara skríða þig bara endalaust. Já, það er margt vitleysa. Já, þetta er alveg, þú veist, út af þú veist, menn tala stigavélina. Einmitt. Ég held að, þú veist, Þetta eru hendurnar og allt, þetta er líka sko. bara, þetta er alveg dæmis, ég sá eitthvað, það var eitthvað svona, þú veist, á TikTok eða eitthvað svona áskorun, þú veist, það voru ógeðslega margir að gera þetta, skilurðu. Já. Þú veist, og fólk var bara að lifna út af, sko. Já, einmitt. Ég hef ekki tekið lengi á þessu reyndar, sko. En þessi vélenda, ég held að þessi vélenda séu world-class. Þetta hlaupabreiðina, það sem þetta ekki á degi ekki hérna, sko. Já, sleppið því. En ef hún var í world-class og búin að vera hérna, ég ætla að segja þá að þetta sé góð græða, sko. Já, þetta... Það er búið að berja á þessu, sko. Alveg sagt það, sko. En ofti, ég er bara mjög impressed með þetta gym, sko. Er það ekki? Jú, Já, fólk trúir mér ekki að segja að þetta er flottasta gym á Íslandi. Þó víða væri leitað, sko. Já, þú veist, það er nefnilega... Það er allt hérna, sko. Gjörsamlega. Svo eru sumir sem að taka púðan hérna. En síðan ertu sjálfur með YouTube þætti? Eða svona næst í? Já, ég er að reyna að mér vantar svona gaur, sko. Já, guður. Gallaginn, hann er geggjaður. Já, ég sé það. Hann er ekki búinn að segja mikið, en ég er samt búinn að ákvæða hann þessi geggjaður, sko. Já, ég er bara að reyna, þú veist, það er gaman að eiga þetta bara. Já, það er það. Já, þú veist. Eins og bara þetta sem ég er að gera, skilur. Já, ég er ekki að spá þessu fyrir neitt eitthvað svona fór spons eða eitthvað, bara eiga þetta. Já. Skilur, þannig að það er allir að biðja mig um að gera meira af því, sko. Ég þarf að fara að gera. Já. Ég er bara, já, hef bara ekki haft tíma í það, sko. Ég er reyndar að fara til tenni núna í mánuð, þriðja, æfa. Mikið að gera hérna. Já, ég er að fara til tenni í mánuð, þriðja, að bara hlaupa á hjólasunda. Já. Og þú veist, gerir mig tilbúin fyrir þennan Ironman, sko, þannig ætli ég taki ekki eitthvað upp þar. Já. Svo kem ég heim 4. febrúar og svo er ég að halda þungurakáti 7. og 7. febrúar á Selfossi. Já, það er svoleiðis. Já, bara hátíð sem ég á, sem heitir Hellfoss. Ok. 13 bönd, bara stór þungurakáti sem ég er að halda þar, sko. Þannig að, og leiða það er búið, þá fer ég eitthvað svona. Já. Þá tala ég við þinn mann, sko. Já, fíla. Varst ekki að syngja okkur svakalegri hátíð í sumar, eða? Jú, hún heitir Hellfest. Já, þá komstu og rotaði næstu. Já, smá feelingur, sko. Jú, þetta er Hellfest. Það er einn stærsta þungurakáti í heiminum. Já. Og í Frakklandi. Já. Og þar voru bara fucking, þú veist, störluð bönd, skilur, bara, maður skildi ekki alveg af hverju maður var þarna, sko. Já. Þannig að hljómsveitin mín sem heitir Unni með sér, hún, við erum búin að gera fína hluti, svona miðað við jaðar tónlist, skilur við. Þú veist, það er ekkert margir sem hlusta þungarokk þó að þetta sé svona diggur aðdáendahópur, þá er þetta samt ekki stór hópur, sko. Já. Þannig að það var geðveikt, sko. Já. Og það er alveg á plönum á næsta ári, þú veist, strax byrjað að spyrja okkur önnur festivali að spyrja okkur að koma og spila, sko. Þannig að ég verði að fitta því eitthvað með inn líka í þetta, sko. Hvernig finnst þið svona Assaultbike? Finnst þið að skilja þetta? Nei. Ok, næs, við viljum að fara eins á það og taka svona hraðspurningar. Ok. Slott eða sala? Báðir átt. Hvað er að dýrasta og heimskulegasta sem þú hefur keypt? Rolex. Ef þú værir ekki þjálfari, rockari, ljósmyndari, content creator og flippandi fasteignum, hvað verður þú þá að gera? Öryrki, bara chilla. Hvað hatar þú mest? Dónaskap. Uppáhaldsæfing? Hnébeygja. Hvaða tattoo sérðu mest eftir? Öllu sem að þið sjáu núna. Hvað er það þyngsta sem hefur verið? 108 kíló. Hvað ertu þungur núna? 70. Er Liverpool meistaradeildarsæti? Já. Max í back, dead og squat? 300 beygja, 200 back, 275 dead. Það er komið? Þetta var ís. Já, þetta er bara ís, sko. Já, Rúnar, takk hérna. Já, bara takk fyrir að hafa mig. Og þeir sem koma tíminn fá alltaf varning og gjafir. Vá. Þú farið hérna Sölt og steininni frá Radiant. Það er þetta geðið sem að Aron kannum með. Geðið, ég er búinn að lesa á þetta. Þetta er mjög næs. Síðan farið þið hérna Djúpa svefn frá Yngling. Elskar ekki að sofa? Jú, ég þarf að vera betri. Þetta er mjög gott, sko. Mjög gott. Þú sér ótrúlega vel. Sko, allir sem ég hef látið fá og margir segja bara, heyrðu, þetta er geðveikt. Ég ætla að testa þetta, 100%.
Svo farið hérna sokka frá Workers Gym. Heyrðu, allir fullorðnir menn elska nýja sokka. Já, svo farið hérna blæti frá Gautafélag okkar. Nei, djöfussi skjafur maður. Ég er ekki með neitt handa þér, annað en bara famla og takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk hella maður. Heyrðu, þetta er alveg gjafir. Heyrðu, þetta hreinnuði. Takk fyrir okkur.